Velkomin í Biblían á mannamáli. Við erum að fara í 15. kafla svolítið betur í postulasögunni. Gríðarlega merkilegur og mikilvægur kafli í Nýja testamentinu fyrir margra hluta sakir. En áður förum á stað þá langar mig að minnast aðeins á nafn sem ég hef áður nefnt hér, rithöfundur sem heitir Frank Viola og hefur skrifað margar stórkostlega góðar og mikilvægar bækur, þar á meðal bókina The Untold Story. Og þar einmitt hefur hann farið í mikla rannsóknarvinnu, vítt og breitt, og hann tengir saman viðburði og bækur Nýja testamentisins í tímaröð og sýnir hvernig það talar saman og hvað er að gerast þarna og hvernig það birtist annars staðar í öðrum bókum og svo framvegis. Þegar ég er að rekja efnið eftir tímaröð, til dæmis núna það sem er að gerast í postulasögunni, þá styðst ég mjög mikið við þessa bók, hvet ykkur til þess að ná í hana ef þið mögulega getið og lesi enskuna, því að hún er góð. Og við sjáum það strax til dæmis núna í 15. kaflanum hvað ég er að tala um. Ef við lesum fyrstu versin, bara fyrstu versir 15. kaflans, þá komu menn sunnan frá Júdeu og kenndu bræðrunum. Ef þið látið ekki umskerast að sið Móse, getið þið ekki frelsast. Varð mikil misklíð og þræta milli þeirra og Páls og Barnabasar og réðu menn af að Páll og Barnabas og nokkri þeirra aðrir færu á fund postulana og öldungana upp til Jerúsalem vegna þessa ágreinings. Það komu menn sunnan frá Júdeu. Hvert fóru þeir? Þeir fóru til Antíókíu, þar sem að nýr og kröftugur söfnuður var til staðar og Páll og Barnabas höfðu aðsetur, höfðu komið þangað aftur tilbaka muniði úr fyrstu trúboðsferðinni sinni. Og þar sem þeir eru staddir, þeir dvöldu þarna í 1 ár, segir okkur í postulasögunni, þá koma menn sunnan frá Júdeu. Og hvað eru þeir að boða? Hvað eru þeir að kenna? Þetta er sem sagt kristnir gyðingar, og þeir segja, ef þeir láti ekki umskerast að sið Móse, þá getið ekki frelsas. Og að sjálfsögðu er mikið styrr og mikil umræðu þetta. Það sem að eftir er kaflans, þetta er bara fyrstu 2 versin, það sem eftir er kaflans 15. greinir síðan frá ferðinni og þessum fundi þegar þeir fóru upp til Jerúsalem, Páll og Barnabas ásamt fleirum. Og þá spyrir maður, hvað nákvæmlega gerðist samt þarna í Antíókíu áður en þeir fara á stað sem var til þess að þeir fóru á stað, annað en það bara að það kom hópur manna sem að sagði þetta. Og þá sjáum við með því að glugga í, og við ætlum ekki að gera það núna, bara benda á það, með því að glugga í fyrsta bréf Páls postula sem hann skrifaði, Galatabréfið. Það er ekki fyrsta bréfi í röðinni okkar eins og ég nefndi áður í Biblíunni, þar var Rómarbréfið og Korinthbréfin á undan, en Galatabréfið kemur þarna og þá fyrsta bréfið, það er elsta bréfið. Og Páll skrifar þessa viðburði sem þarna verið að vísa til í Galatabréfinu. Svo hvað segir hann okkur þar? Pétur postuli, hann hafði komið í heimsókn til safnaðarins í Antíókíu í Sýrlandi. Og meðan hann dvelur þarna, þá neytir hann máltíða með heiðingjónum sem tekið hafa trú. Þar segja, muniði gyðingar sem tóku trú á Jesús sem Messias og svo heiðingjar sem voru fyrir utan Ísrael sem líka tóku kristna trú. Og hann borðar með þeim. Og þetta spyrst til Jerúsalem, að Pétur sé að borða með heiðingjónum. Það gengur nú ekki upp. Það passaði ekki. Það var ekki siður gyðinga. Þú borðaðir ekki með þeim sem voru fyrir utan sáttmála Guðs. Og Jakob, hálfbróðir Jesú, sendir, eða hópafólki eiginlega sendir nefnd kristina gyðinga til að kanna þetta mál betur, því að orðrómurum var slíkur í Jerúsalem, þetta var að fara að skaða boðun þeirra meðal gyðingana. Gyðingar samþykki ekki svona. Svo hann fer og lætur kannamálið og flytja Pétri skilaboð.
Þetta lesum við allt í Galatabréfinu til dæmis. Frjálslegt samfélag Péturs, þetta frjálslega samfélag að borða með heiðingjunum veldur mikilli hneykslun í Jerúsalem eins og við segjum. Og trúræknir gyðingar móðguðust yfir því að hann skyldi borða með þeim. Og það sem gerist líka, eins og ég nefni, að framferði þetta, það sem við tölum framferði, að Péturs torvaldar viðleitni safnarins í Jerúsalem að ná til annara gyðinga með boðskap fagnarins Jesú Krist. Það er að segja, þeir voru gyðingar, þeir lifðu eftir þessu að þetta ætti ekki að gerast, og þegar þú ætlar að koma til og boða þeim Messias Jesús og þeir sjá strax nefndu hans fólk bara að borða með heiðingjunum, nei, þá lokaði bara dyrunum. Þeir móðguðust yfir þessu. Málið er að þeir menn sem sá hópur sem fer upp til Antíókíu frá Jerúsalem til þess að skoða þessu hluti og kanna það og tala við Pétur. Þetta ótrúlegt að þetta skulle gerast, en svona þetta. Þeir koma og þeir tilheyrðu það sem við köllum umskurnar sinnum. Þeir voru umskurnar sinnar. Og þessi umskurnar sinnaflokkur ætla sér strax í upphafi að ganga mun lengra en Jakob hafði sagt þeim að gera. Jakob fór svona fyrir starfinu í Jerúsalem. Þeir leggja á ráðin og þeir að ganga beint á fund postulans Péturs og þrýsta síðan á hina heiðnu trúðu, þar sé að heiðingjar sem við tekið trú á Jesú, að láta umskerast. Að mati umskurnar sinna nefnilega þá verða trúfistir gyðingar að vera umskornir. Ef maður segist hafa snúist til Guðs Ísraels, verður viðkomandi að trúa á Jesú, láta umskerast og halda all lögmálið. Í augum umskurnar sinna er siðlust að neita máltíða með óumskornum heiðingjum og trúfastir fylgjendur Jesú ættu aldrei að taka þátt í slíku. Meðlimir hópsins leitast við að tryggja að allir fylgjendur Jesú í Antíókíu haldi áfram að fylgja lögmáli Móse, og reyndar fóruður víðar eftir það en þarna í þessari ferð. Af miklum ákafa reyna þeir nú að sannfæra hina heiðnu trúskiptinga sem hefur tökið trú á Jesú og að gera slíkt sama. Þeir koma til Antíókíu, hitta Pétur, og viti menn, Páll segir okkur frá því í Galatabréfinu, að þeim tekst að samfæra hann að hætta að borða með heiðnum bræðrum sínum. Ímyndum okkur hvað þeim fer á millið. Þeir eru mættir í Antíókíu þar sem Pétur nýbúinn að vera undanfarna daga að borða með heiðingjunum hinum nýju bræðrum og systrum í trúnni. Ímyndum okkur samtalið. Þeir tala við Pétur og segja, við í Jerúsalem höfum heyrt að þú neytir reglulega máltíða með heiðingjum. Framferðið þitt veldur gríðarlegri hneykslun meðal íhaldssamari bræðra okkar í söfnunum. Og þetta er líka að verða eyrum kunnugt utan safnaðarins, og það torveldar virkilega og verulega tilraunir okkar til að boða fagnarerindi meðal gyðinganna okkar í Jerúsalem. Og enn alvarlegra, elsku Pétur minn, er að framferðið þitt stofnar hinum postulunum í Jerúsalem í mikla hættu. Því róttækir gyðingar þar líta á hvers kyns samnyti við heiðingja sem háttsemi landráða manna. Það er svo margt, mjög merkilegt við þennan viðburð og þetta sem er að gerast þetta. Og þetta gerist. Þetta lesum við með því að tengja þetta saman. Þetta Galatabréfið ávarpar þessa hluti sem er að tala í 15. kaflanum í Póstulasögunni. Það sem fyrst og fremst, eða það sem vekur sérstaka athygli hjá mér, kannski fyrst og fremst, er að gyðingarnir sem tóku trú á Jesú litu ekki svo á að þeir var að skipta trúarbrögð. Enda voru þeir ekki að því. Jesús kom ekki til að búa til ný trúarbrögð. Fyrir þeim þá var þetta bara ennþá gyðingdómur, en Messias sem að lofa hafði verið, hann var mættur. Og það var Jesús. Þannig að þetta voru messianskir gyðingar, þar að segja gyðingar sem trúðu því að Messias væri kominn. Þannig að þeir litu því þannig á það líka, öll kirkjan gerði það í byrjun, að þeir heiðingjar, fólk utan Ísraels sem tóku trú á Jesú Krist, voru þess vegna að tengjast gyðingdómnum.
Þeir voru í reynd að gerast gyðingar, messianskir gyðingar. Og þess vegna þurftu þeir að umskerast, fannst þeim, og þess vegna þurftu þeir að halda lögum Móse eins og gyðingar gera. Biblían talar reyndar það að við þetta sé reyndin. Þetta ekki ný trúarbrögð. Guð hafi gert sáttmála við gyðinga og þeir sem tóku kristna trú voru áfram gyðingar. Þeir hætti ekki að vera gyðingar, hvorki Páll eða Pétur eða nokkur Jakob eða nokkur af þessum mönnum eða konum. Þeir hætti ekki að vera gyðingar, en svo tala það að við sem erum fyrir utan sáttmála Guðs við gyðingana, heiðingarnir svokölluðu, að við höfum verið grætt á stofnin. Við vorum grætt á stofnin, við erum greinar sem grætt á stofnin. Og við öðrum staði tala að við höfum verið ættleidd inn í sáttmála Guðs. Við erum núna þátttakendur í þessum sáttmála með ættleiðingu. Gott og vel. Þannig að það var greinilegt að það var ekki verið að skipta trúarbrögð, það var bara verið að meðtaka Messias, Jesú Krist sem Messias, og þá umbreyting og þann kærleik og þann boðskap sem hann lagði áherslu á. Við hann. Og þá kemur spurningin, var nauðsynlegt fyrir þetta og þá ennþá jafnvel nauðsynlegt að þeir sem eru kristnir og fylgja þessu láti umskerast og haldi lögmál Móse. Þegar þeir koma og boða þetta allt saman og leggja áherslu á þetta í Antíókíu, þetta árið sem þarna var, þá verður Pétur smá nervus. Pétur hafði nú verið nervus áður munið þegar hann afneitaði Jesú 3 svar. Þá var það hræðslu og ótta og þarna var hann hræddur og óttaslegin ekki við þá sem voru utan kirkjuna stóðu heldur. Hann var hræddur við að móðga bræður sínir í Jerúsalem. Og hann hættir að borða með heiðingjunum og fer að borða eingöngu með gyðingunum sem í söfnunum í Antíókíu sem höfðu tekið trú á Jesú Krist. Aðrir gyðingar í söfnunum, nú að tala muniði, gyðingar kristnir og heiðingjar kristnir. Þetta sami hópur, þeir voru saman í kirkjunni, en annars voru gyðingar sem hefur tekið trú og svo hins vegar heiðingjarnir. Svo aðrir gyðingar í söfnunum sem að fylgdu Jesú, fylgja nú að fordæmi Péturs og það kemur klofningur í kirkjuna í Antíókíu. Klofningur milli kristinna gyðinga og kristinna heiðingja. Þetta er sorglegt, en þessi boðskapur gerði það að verkum. Jafnvel Barnabas, sem hafði farið í kristniboðsferðina með Páli og hjálpa honum að predika fagnarendi náðarinnar fyrir fjölda heiðingja í Antíókíu, í Sýrlandi og Galatíu, þar sem trúboðsferðin var. Takt eftir ég segi fagnarendi náðarinnar, vegna þess að það er það sem Páll talar í Galatabréfinu, að það sé hans fagnarendi, hann predika fagnarendi náðarinnar, ekki lögmálsins, og það er svona ákveðna andstæður sem við eftir að heyra mikið þegar við förum nánar í bréfinu og annað slíkt. En jafnvel Barnabas, sem þó hafi tekið þátt í trúboðinu með Páli, tekur nú afstöðu með gyðingahópnum og hættir að borða með hinum heiðnu kristnu. Nú víkur sögun að Páli. Páll var nú ekki par hrifinn og þegar Páll kemst að því hvað var að gerast, þá verður hann svo reiður, já, hann reiddist og hann ávítar Pétur opinberlega fyrir hræsni hans og þá sjáum við hvað hann segir með hans í Galatabréfinu. Þarna að allt þetta þessi 2 fyrstu versmunið í 15. kaflinu Postulasögunu að þá hafa menn komið og allt þetta, þetta er það sem er að gerast þar. Þetta er tengingi sem við höfum á milli bréfanna og sjá hvernig við tala saman. Og það segir, þegar Kefas, Pétur, kemur til Antíókíu, andmælti ég honum upp í opið geðið. Galatabréfið er skrifað til allra safnaðanna í Galatíu, þeir sem urðu til í fyrstu trúboðsferðinni, og þetta bréf sem ég er að lesa upp núna, sem að Páll skrifaði til þeirra, er Galatabréfið, svo hann er að segja þeim frá þessum sama viðburði, þannig lítur þetta út. Og þegar Pétur kemur til Antíókíu, andmælti ég honum upp í opið geðið, því hann var sannur að sök. Áður en menn nokkurir komu frá Jakobi í Jerúsalem,
Hafði hann setið að borði með heiðingjum, en þeir komu dró hann sig í hlé og tók sig út úr af ótta við þá sem héldu fram umskurninni. Hinir gyðingarnir tóku einnig að hræsna með honum, svo að jafnvel Barnabas lét dragast með af hræsni þeirra. Páll kallar þetta bara hræsni. Elsku vinir mínir, þið lifið, þetta er tvöfaldni. Umskurnarsinnarnir komu Pétri til varnar og Páll tekst harkalega á við þá. Að mati Páls er ekkert minna en sjálft fagnaðarerindið í húfi hér. Barnabas átta sig á því að Páll hefur rétt fyrir sér og skiptir aftur skoðun eða snýr aftur tilbaka inn í það sem hann við afstöðu með Páli. Og þá hefjast þessar umfangsmiklu deilur milli umskurðnarsinnanna frá Jerúsalem og Páls og Barnabasar umskurð og lögmál Móse. Umskurðnarsinnar halda því fram að hinir heiðnu trúuðu verði að láta umskerast og halda lögmál Móse til að frelsast og fá að tilheyra sáttmálalið Guðs eins og við ræddum áðan. Páll og Barnabas eru þessu harðlega ósammála og deila af mikilli skerpu við þá. Postularnir tveir, Páll og Barnabas, halda því fram að allir sem trúa því að Jesús sé Messías tilheyri einni úr sömu fjölskyldunni, fjölskyldu Guðs, sem samanstendur bæði af gyðingum og heiðingjum. Það er upprisu líf Krists, boðskapu Krists, dauði hans og upprisa sem bindur þennan hóp saman, ekki lögmál Móse. Og þá var nú gaman að lesa hérna aðeins úr Jóhannesar Guðspjalli, sjáum til þess bara í fyrsta kafla Jóhannesar Guðspjalls og það er að Jóhannes postuli sem skrifar í 16. versi. Það segir svona: af gnægð hans höfum við öll þegið náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Jóhannes greinir þetta á milli. Móse og lögmálið var nauðsynlegt. Það var ákveðin boðskapur, það var ákveðin hluti sem voru í gangi þessum Guð vildi ná fram. Hann var að kenna. En þegar Jesús er kominn, þá kemur náðin og sannleikurinn. Þá þessi skuggamyndasýning sem var í Gamla testamentinu verður að veruleika. Það var trú Páls og Barnabasar að þannig væri þetta. Þegar sami hópurinn, kærleikslíf og upprisulíf Krists bindur saman ekki lögmálið. Kristnir heiðingjar geta þess vegna neytt máltíða með kristnum gyðingum vegna þeir tilheyra sömu fjölskyldunni. Þetta snerist öll þessi átök. Síðan var það snemma ársins 49 eða svo, ég held að flesti fræðimenn séu saman það sé ártalið, snýr Pétur aftur til Jerúsalem. Hann fer frá Antíókíu aftur til Jerúsalem, en umskurðnarsinnarnir, þeir fara ekki með honum. Þeir yfirgefa Antíókíu líka og þeir leggja upp í langa og hættulega ferð til Galatíu til að heimsækja öll 4 samfélögin, 4 kirkjurnar sem Páll og Barnabas höfðu byrjað og byggt upp. Og þá skiljum við Galatabréfið. Muniði, Páll og Barnabas höfðu ekki enn farið aftur til Galatíu. Þeir höfðu ekki enn heimsótt þessar kirkjur, hvorki skrifað þeim eða farið á nokkuð hlut. En nú vissu þeir að þessi hópur var farinn og þeir vissu nákvæmlega að boðskapurinn er svo sami og það hafði gerst í Antíókíu. Svo þeim leið ekki of vel með þetta. Páli leið alls ekki vel með þetta, en þeir eru farnir. Umskurðnarsinnarnir vissu vel á þessum trúboðsferðum og leið sinni þangað koma þeir við hjá kirkjunum í Kilikíu og flytjarnir lögmálsbundið fagnaðarerindi sitt. Jesús er Messías, en þú verður umskerast og þú verður að halda all lögmál Móse. Markmið þeirra er algjörlega skýrt. Það er að gera starf Páls postula að engu og samfara henni heiðnu trúuðu með gangast undir hnífinn umskurðnina og fylgja öllu lögmáli Móse, rétt eins og þau hefur verið að reyna að gera í Antíókíu. Nokkrum mánuðum síðar eftir þetta þá ávítar Jakob þessa menn í bréfi sínu til kristinna heiðingja í Antíókíu, Sýrlandi og Kilikíu.
Það segir hann í 15. kaflanum sem við erum raunverulega að kryfja svolítið núna, versi 24. Við höfum heyrt að nokkrir frá okkur, það var þessi hópur, hafi óróað ykkur með orðum sínum og komið róti á huga ykkar án þess að við hefðum gefið þeim neitt umboð til þess. Við höfum ekki boðið þeim það. Þeir tókuðu upp hjá sjálfum sér að leggja á þessa áherslu. 24. versi. Ljóst þess vegna að Jakob, forsvarsmaðurinn í Jerúsalem, það var síminn eitthvað hingað bak við hjá mér, býst velur einhverju því, en það alveg ljóst að Jakob veitti þessum umskurnar sinnum ekkert umboð til að flytja þetta lögmálsbundna fagnarerendi. Páll kallar þennan hóp meðlimir flokksins óróaseggi. Það ónafngreindur maður sem fer fyrir þessum hópi. Svo drögum við þetta þá saman. Hver þá niðurstaða þessa fundar í Jerúsalem sem 15. kafli fjallar um? Muniði, þeir fóru allir til Jerúsalem, Páll og Barnabas og fleiri með til að ræða með þó að óráðsækjarnir sjálfur hafi farið til Galatíu. Og lítum á, grípum niður í 15. kafla. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á mál þetta. Eftir miklu umræðu reis Pétur upp og sagði við þá: Bræður, þið vitið að fyrir löngu valdi Guð mig úr ykkar hópi til að boða heiðingju fagnarerindið svo þeir fengi að heyra það og taka trú. Og Guð sem hjörtum þekkir bar þeim vitni hann gaf þeim heilagan anda eins og okkur. Engan mun gerði hann á okkur og þeim hann hreinsaði hjörtu þeirra með trúnni. Hví freistið þið nú Guðs með því að leggja þær byrðar á lærisveinana hvorki feður okkar né við megnuðum að bera. Við trúum þó því að við verðum hólpnir fyrir náð Drottins Jesú á sama hátt og þeir. Þetta athyglisvert. Sjáðu, af hverju óskopunum það að velta fyrir ykkur að leggja byrðir lögmálsins að halda allt lögmál Móse á þetta fólk? Því hvorki þú né feður okkar sem ólumst þó upp við þetta getum gert það eða gátum gert það. Vá, þvílík setning frá Pétri, þvílíkt og annað eins. Það sló þögn á allan hópinn, segir svo í 12. versinu. Það sló þögn á allan hópinn. Og þá menn hlýddu á Barnabas og Pál þeir sögðu frá því hve mörg tákn og undur Guð hefði leyft þeim að gera meðal heiðinna þjóða. Og þegar þeir höfðu lokið máli sínu, sagði Jakob, muniði, hann var í forsvari fyrir söfniðin í Jerúsalem: Bræður, hlýðið á mig. Símon Pétur, hefur skýrt frá hvernig Guð sá til þess í fyrstu að hann eignaðist líð meðal heiðinna þjóða bæri nafn hans. Í samræmi við þetta eru orð spámannanna svo sem ritað eftir, og þá vísa í spámannsorðin úr Gamla testamentinu úr ritningunni sem reyna ritningi sem þeir höfðu. Eftir þetta mun ég aftur koma og endurreisa hennar föllnu tjaldbúð Davíðs, og ég mun reisa hana úr rústum og gera hana upp aftur, svo að mennirnir sem eftir eru leiti Drottins. Allir heiðingjarnir sem nafn mitt hefur helgað, segir Drottinn, sem gerir þetta kunnugt frá eilíð. Ég lít því svo á, segir Jakob, að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim sem snúa sér til Guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sig frá öllu sem flekka af skurðgóðum, frá saurlifnaði, frá kjöti af köpnuðu dýrum og frá blóði. Niðurstaða fundarins var sem sagt sú: nei, þið þurfið ekki að umstýrast til að tilheyra samfélagi trúara í Kristi Jesú. Þið þurfið ekki að halda all lögmál Móse, því að hvað sem búið að rita lögmál á hjart ykkar, hjartaspjöldin. En í ytri líferni þá skuluð þið halda ykkur frá öllu sem flekka af skurðgóðum. Ef búið að fórna af skurðgóðum og kjöti sem hefur köpnuðum dýrum og blóði, þetta voru svona basic hlutir frá saurlifnaði, sem hlutur sem að Páll og Barnabas kenndu þeim hvort sem var. Og þegar fundurinn búinn, þá þeir sendir aftur tilbaka og það segir svona í 30. versinu: Þeir voru nú sendir af stað og komu norður til Antíókíu.
Þá kölluðu saman söfnuðinn og afhentu bréfið, því Pétur hafði sent bréfið þeim þar sem þetta var allt skrifað sem við vorum að lesa. Og þegar menn lásu það, urðu þeir mjög glaðir yfir þessari uppörfun. Júdas og Sílas, sem sjálfur voru spámenn, hvöttu bræðurna, þeir höfðu farið með þeim í ferðalagi norður aftur, hvöttu bræðurna og systurna með mörgum orðum og styrktu þau. Þegar þeir höfðu dvalist þar hríð, hvöttu þeir þau og báðu þeim friðar og héldu aftur til þeirra sem höfðu sent þá. En Páll og Barnabas héldu kyrri fyrir í Antíókíu, kenndu og boðuðu ásamt mörgum öðrum orð Drottins. Þannig að þeir eru búin að fara til Jerúsalem, þeir dvöldu þar, þá fóru menn með þeim Sílas og Júdas og þeir niðurstaðin þessi frá fundunum, þetta var mikilvægur fundur, mjög mikilvægur fundur í öllu trúboði sem hafði átt sér stað fram að því og eftir það. Og í restina af kaflanum segir síðan svona, og við ætlum að ljúka með þessu. Eftir nokkra daga sagði Páll við Barnabas: förum nú aftur og vitjum trúsystkina í hverri borg þar sem við höfum boðað orð Drottins og sjáum hvað þeim líður. Muniði, þetta eru borgirnar sem þeir höfðu farið í fyrstu trúboðsferðinni og nú hafði umskurnar-hópurinn farið þarna meðan þeir voru í Jerúsalem, svo hann vildi fara. Hann vildi fylgjast eftir að sjá hvað var í gangi. Hann var ekki tilbúinn að bara sjá og treysta því að þessir menn hefðu ekki eyðilagt eitthvað. Og þá segir, Barnabas var alveg til í þetta. Og þá vildi Barnabas taka Jóhannes Markus með sér. Muni eftir Jóhannes Markusi? Það sá sem gafst upp í ferðinni og sneri heim í miðri trúboðsferð. Og Páli mislíkaði. Barnabas segir, já, við skulum fara, tökum Jóhannes Markus með því að hann er góður þjónn og hjálpar. En Páli þótti ekki rétt að taka með þann mann skilið hafði við þá í Pamfílíu og ekki gengið að verki með þeim. Páll var minnur þess, nei, hann gafst upp. Við tökum ekki annars eins og honum, við tökum hann ekki með. Ég sjáðu, þeir bara takast á hlutina, þeir skiptast á skoðunum, þetta er ekki eitthvað, halleluja, allt svo gott, þetta eru átök, þetta eru menn, þeir eru að ganga þennan veg, þetta eru frumkvöðlar í erfiðu lífi og erfiðu samfélagi og í algjörlega í heiðnum rómverska heimsveldinu og þeir takast á og segja, Páll er með öðrum orðum að segja, við getum ekki treyst á mann sem gafst upp síðast, hann getur alveg stífist upp aftur næst. Og það segir bara, Páli og Barnabasi var sundurorða, mjög sundurorða, segir í Postulasögunni, og skildi þar með þeim. Það getur gerst. Tók Barnabas Markus með sér og sigldi til Kýpur, en Páll kaus sér Sílas og fór af stað og fólksöfnurinn hans, hann náð Drottins. Fór hann með Sýrland og Kilíkíu og styrkti söfniðina. Svona enda kaflinn. Þannig að Páll og Barnabas, þeirra leiði skildu af því þeir voru ekki sammála hvort þetta taka Jóhannes Markus með eða ekki. Jóhannes Markus fór með Barnabasi en Páll. Þannig að þeir hætti ekki að fara í trúboðsferð og bara önnur samsending í hópnum. Og Páll tók sér Sílas með sér og þannig enda 15. kaflinn. Nú höfum við náð þessari tengingu með þessa mikilvæga fund og af hverju hann var og hvað var að gerast og hvernig Galatarbréfið varpar ljósi á nákvæmlega ástæði fyrir fundinum og hvernig hún fór. En nú ætlum við að ljúka þessu með að biðja saman fyrir þau ykkar sem að viljið og getið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen.